Góðan daginn, ég heiti Jón Þór Sigurðsson og í seinasta myndbandi fórum við yfir hvernig við bjuggum til setup fyrir fræsun, eða undirbúa skjalið fyrir fræsun, og nú ætlum við að fara yfir hvernig við búum til 2D kontúr eða skerum út efnið. Þó að þetta sé þrívíddarmódel þá erum við bara að fara að skera það út í tvívídd, þar að segja skera út eina hæð allstaðar, og það gerum við hérna inn í 2D kontúr, og eins og sést í skýrimyndinni þá er þetta til þess að skera út eftir módeli, eftir línum. Ég ýti hérna á 2D kontúr og þá opnast upp hérna 2D kontúr glugginn okkar. Þetta er með 5 svæðum: Tool, Geometry, Heights, Passes og Linking. Í þessu myndbandi fer ég bara yfir Tool og svo koma fleiri myndbönd fyrir hvert svæði. Inn í Tool þá þarf ég að velja tólið sem ég ætla að nota, og það er 4 mm flat end mill álfræsitönn sem ég ætla að nota, og þá ger ég hérna select. Ég er búinn að búa til tólið alveg 5 sinnum, en ég ætla að búa til aftur, þannig að ef þið eru ekki með tólið hérna tilbúið þá þurfum við að fara hérna inn í New Mill Tool, og inn í Type vel ég flat end mill til þess að gera þetta flat. Tólið er með einni flautu, og þið sjáu hérna þessi bógar hérna eru flautunar, og tólið sem ég er með er bara ein flauta sem stendur út. Og svo set ég inn hversu þykkt tólið er, og það er 4 mm. Öll lengdin á tólinu er 60 mm, en ég ætla hins vegar ekki að láta það standa of langt út. Ég ætla að hafa það sem næst inn í kollettuna til þess að það sé meiri stöðuleiki á því, þannig ég ætla að leyfa þessu að vera 20 mm, þannig að segja að fara alveg 40 mm upp í kollettuna sjálfa. Flútlengð er 15 mm og hérna erum við með 20 mm skjóldurlengð upp að shaft-diameter sem er 8 mm. Og þá sjáum við hérna að þetta er búið að breytast, þannig að hafa hérna 20 mm í bodylengð. Þá er ég komið með alla mælingar flat end mill, single flute eða ein flauta, og allar þessar mælingar eru réttar. Þá ýti ég á OK, og þá sjáum við tól nr. 6 sem ég bjó til, ýti aftur á OK, og þá stendur það hérna undir Tool Select, þá stendur tól nr. 6, 4 mm flat end mill. Svo þarf ég að passa að hafa alveg hárréttar feeds og speeds, eða snúningshraða og hversu hratt hann mun skera út. Til þess að fá þessar mælingar hárrétt inn, þá nota ég forrit sem heitir G-Wizard, og það er bara forrit sem er sérstaklega gert til þess að mæla út hvaða hraða og snúningshraða og hversu hratt tólið á að ferðast. En ég fer yfir það í öðru myndbandi. En G-Wizard gaf mér út mælingarnar 13.286 RPM eða snúningshraða á mínútu, og cutting feed rate var 528 sem er 8,8 mm á sekundu en 528 mm á mínútu. Og svo er ég að fara að nota ramp feed rate, eða ég er að fara að rampa inn í efnið. Ég er ekki að fara að leyfa tólinu að plunsa sér beint ofan í efnið út af þetta er ál, þannig ég ætla að fara rólega inn í efnið, og það nota ég hérna ramp feed rate og hef það sama og cut feed rate hjá mér. En þetta eru þær 3 tölur sem ég seti inn hérna og leyfi öllu öðru að vera. Já, og svo förum við yfir Geometry í næsta myndbandi.